Komið þið sæl. Sigurður Ingi Jóhannsson hefur verið formaður Framsóknarflokksins síðan í október 2016 þegar hann vann sitjandi formann í formannslag Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Hann hefur setið í báðum ríkisstjórnum Katrínar Jakobsdóttur sem samgöngu- og innviðaráðherra og sem fjármálaráðherra síðan í apríl þegar Katrín sagði af sér. Þá bættist innviðaráðuneytið við í starfsstjórninni sem nú situr. Sigurður Ingi hefur setið á Alþingi síðan 2009. Hann í öðru sæti á lista Framsóknar í Suðurkjördæmi og hann gestur í forystusætinu í kvöld. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, vertu velkomin í forystusætið. Takk. Þú ákvaðst að leggja sjálfan þig að veði í þessum kosningum með því að fara í annað sætið á lista Framsóknar í Suðurkjördæmi. Svo hefur fylgið ekkert verið á uppleið í þessum síðustu könnunum sem við höfum verið að sjá. Ertu farin að sjá eftir þessari ákvörðun? Nei, alls ekki. Ég var auðvitað búin að upplifa það að það væri svona ákall breytingar og í okkar ranni mikið öflugu fólki sem að yrðu litla breytingar á listum. Þannig að mér fannst áhugavert þegar að ég var nú búin að hitta Höllurhund fyrr, löngu áður en að kosningar komu til sögunar vegna þess að hún hafði áhuga að taka þátt í pólitík. Að þá fannst mér þetta að vera góður kostur og ég held að við getum svarað þá því ákalli að það eru ákveðnar breytingar hjá okkur og á sama tíma þá bara legg ég sjálfa mig undir í raun og veru og prófið á laugardaginn og það er margir dagar enn, ein vika er langur tíminn pólitík og við finnum alveg fyrir svona vaxandi jákvæðni þegar við fáum tækifæri til að fara út og tala við fólk, þannig að ég lít alls ekki svo á að því að sé farin að sjá eftir því, síður en svo. En ef svo staða kæmi upp ef við miður bara við sumar á þessum könnunum að hvorki þú né varaformaðurinn myndi ná á þing, hvaða staða er komin upp hjá elsta stjórnmálaflokki landsins? Hún er augljóslega erfið og það var náttúrulega þess vegna sem að ég ákvað að leggja það til við kjörstjórnin að gera breytingar til þess að sýna fram á og við erum líka flokkur, róttækur umbótaflokkur, tilbúin til breytinga. Því að ef að niðurstaðan hefði eftir sem áður orðið mjög döpur og við ekki gert neitt, þá hefði ég séð eftir því, miklu frekar. En kannski svona aðeins með stjórnarsamstarfið að því vegna þess að stjórnarflokkunum öllum að ganga illa í könnunum, en það hefur verið svona sýnilegur og vaxandi þessi pirringur ykkar út í Sjálfstæðisflokkin. Er hann viðvarandi, er það nýtilkomið eða er þetta búið að vera allt kjörtímabilið? Ég myndi segja að þetta sé nú búið að vera meira og minna allt kjörtímabilið en þegar þú ert í ríkisstjórn þá er það allavega í okkar genum, við erum samvinnuflokkur, við gerðum samkomulag að vinna ákveðna hluti og við unnum að því einlægni og heiðarlega allan tíman. Og fannst ykkur ekki mæta því hjá Sjálfstæðisflokknum? Nei, það er alveg klárt og það þarf ekki að lesa margar greinar í mogganum eða taka eftir því hversu mörg mál stoppuðu í þingflokki Sjálfstæðisflokksins áður þau komist inn á þing og urðu sum hver ekki að lögum eða önnur verulega breytt. Vegna þess að okkur fannst á köflum að menn væri ekki alveg að gangi í takt og það er nú einfallega þau skilaboð sem við erum að koma með út núna. En ekki á þeim tíma sem þú ert að vinna saman, þannig að þá ertu í vinnu. Þú ert að vinna að einhverju sameiginlegu verkefni og okkur fannst einhvern veginn ekki allir vera tilbúnir í það verkefni. Og Sjálfstæðisflokkurinn stóð þó ekki við sitt? Já, það er það sem ég er að segja, að það var jú hann sem sleit ríkisstjórnarsamstarfinu að lokum vegna þess að honum fannst hann ekki ráða nægilega miklu. En þú hlýtur að hafa hugleitt að Sigurður Ingi áður en við förum í málefnin að ef þú nærð ekki sæti á þingi, hvað tekur þá við? Ég hef ekki nokkrar áhyggjur af sjálfum mér og ég heldur ekki áhyggjur af Framsóknarflokknum. Hann er með mjög sterkar rætur og það kemur alltaf fólk í hvers manns stað. Þannig að við erum auðvitað bara að leggja núna í dóm kjósenda vinnu okkar síðastliðin 7 ár. Vinnu sem við erum bara ágætlega stolt af hvað við höfum lagt af mörkum og margt af því sem hefur orðið til þess að bæta ástandið á Íslandi og gera lífið enn betra. Þannig að við förum auðvitað bara keikin í þessar kosningar og tölum bara við fólk eins og við mögulega getum og náum á þessum dögum sem eftir er. En myndirðu, ef þú nærð ekki á þing, myndirðu þá vera samt áfram í pólitíkinni og gera jafnvel kröfu ráðherrasæti ef að Framsókn fer í ríkisstjórn? Ég ætla bara að taka þessa daga fyrst og sjá hvernig staðan er á laugardaginn í lok dags áður en við förum að taka einhverjar ákvarðanir um framtíðina en ég kvíði ekki í framtíðinni hvorki fyrir Framsóknarflokkinn en sjálf á mig. Þú útilokar ekki? Útilokar ekki, við erum í pólitík. Heyrðu, það sem að kjósendur nefna oftast í þessum könnunum, það eru efnahagsmálin. Já. Þau brenna á fólki. Þið viljið þrepaskipt tekjuskattskerfi einstaklinga.
Hver eiga þrepin að vera og ætlið að hækka eða lækka skatta? Nei, við teljum að staðan á Íslandi sé bara býsna góð. Við erum með, þessi ríkisstjórn kom þessum þrepaskipta tekjuskatti á. Við teljum að tekjurnar sem við séum að fá séu bara ásættanlegar. Við þurfum að hafa aðhald á útgjöldunum til þess að ná þessum takti í ríkisfjármálunum. Það sem við erum að gera fyrst og fremst er að ná niður verðbólgun og vöxtunum og okkur gengur það mjög vel. Við sjáum einfallega núna í nýjustu spám eftir þær breytingar sem hafa orðið núna síðustu mánuðina að verðbólgan verði komin kannski í 3,5% strax í apríl á næsta ári. Þannig að við getum bara sagt að við séum að ná þessum árangri þó hann sé ekki að fullu komin fram hér í nóvember. Við segjum að það er mikilvægt að halda áfram á þessari braut. Við höfum verið að byggja upp öflugt svona efnahagslíf í landinu, miklu öflugra heldur það var fyrir 50 árum, 30 árum, 40, 20 og meira segja bara fyrir 5, 6, 7 árum þá vorum við ekki með þessar öflugu greinar, skapandi greinar, fiskaldið, iðnaðinn, lyfjaiðnaðinn sem eru komnar kannski 4. og 5. stoðin undir íslenskan efnahag sem gerir það að verkum að framtíðin á Íslandi er gríðarlega bjartsýn. OECD segir að hér verði 2,7% hagvöxtur til næstu til 2040 og meðan að Norðurlöndin ná ekki 2% og evrulöndin í Evrópu verða hálfdrættingur á við okkur. Með öðrum orðum, okkur mun ganga mjög vel á næstu árum, náum þar af leiðandi ríkisfjármálunum í jafnvægi fyrr heldur en við vorum að tala í fjármálaáætlun. Þannig að þú sáttu við það bú sem þið eru að skila af ykkur núna, en þú segir að það þurfa að sýna aðhald í ríkisrekstrinum og útgjöldunum. Ætlið að hækka skatta eða lækka skatta? Nei, við ætlum hvorki að hækka skatta niður lækka skatta. Það sem við segjum að þegar við erum búin að ná jafnvæginu og sjáum fyrir okkur það geti gerst á árinu 2026, þá viljum við lækka matarskattinn þriðjung, það er að segja lækka virðisaukann á mat þriðjung, til þess að koma til móts við heimilin, tekjulegra heimili, þar sem að hlutfall matarinnkaupa er hærra. Líka að styðja þá bara við íslenska innlenda framleiðslu með sama hætti. En hvernig ætla að sýna aðhaldið? Við gerum þetta bara með breytingum innan hérna, við erum ekki að minnka tekjur ríkisins með þessu. Við erum í verulegu aðhaldi nú þegar og ætlum bara að viðhalda því. Það skiptir nefnilega öllu máli þegar að kemur að svona langtíma áætlanum í ríkisrekstri að setja þær fram með skýrum hætti, trúverðugum, það sem hægt er að ná og standa við þær. Það er það sem að fyrir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, OECD, Seðlabankinn náttúrulega, en líka lánshæfismatsfyrirtækin hafa verið að horfa á og þau komu núna í sumar til þess að horfa á hvernig okkur gengi og þau sögðu, já þetta er í góðu lagi og hækkuðu lánshæfismatið sem þýðir að við fáum lægri vaxtakjör, en við þurfum að gera betur og þetta var eitt af þeim 2 verkefnum sem að ég setti í gang, sem að ég lagði mikla áherslu á þegar ég kom inn í fjármálaráðuneytið. En húsnæðismálin, þau brenna líka á kjósendum og þið segið að húsnæðismálin séu hagstjórnarmál. Hvað eigið þið við og hvernig ætlaði að bregðast í þessari erfiðu stöðu sem er á húsnæðismarkaði? Við höfum verið að byggja á þessum 7 árum 25.000 íbúðir og það hefur hvergi á byggðu bóli í Evrópu verið byggt meira en á Íslandi, en það var ekki nóg vegna þess að okkur fjölgaði svo mikið. Vandinn sem við horfum fram á við er að tryggja, og það ætlum að gera í samstarfi við sveitarfélögin, að skaffa nægilegar margar lóðir. Ég hef rætt við verktakana, byggingaverktakana, þeir eru á fullu, það er svona hámarks afköst í gangi, en þeir geta hort fram í tíman og séð áætlanir okkar eins og húsnæðisstefnuna sem við náðum í gegn í vor og segja það er mjög gott að hafa slíkar langtíma áætlanir hvað verið byggt áfram. Því ef við höldum áfram að byggja þennan massa sem við erum að gera á hverju ári og við höfum gert núna í 7 ár, þá munum við ná jafnvægi. En til þess þá verður annars vegar að koma inn á markaðinn nægilegt magn til þess að slá á... En eftir bjartsýnn að þið náið þessu samkomulagi við sveitarfélög? Já, ég er það. Þetta hefur reynst mjög erfitt. Við höfum náð að skrifa undir samninga við nokkur mikilvæg sveitarfélög. Við getum nefnt þessu Reykjavíkurborg sem náttúrulega langstærst. Þar er að gerast núna bara mjög jákvæðir hlutir. Í janúar verður boðið út 360 íbúða hverfi upp í Úlfarsárdal. Það er verið að byggja upp á Kjalarnesi sem ekki hefur verið gert í áratugi fyrir utan allt annað sem er í gangi. Þannig að ég hef til dæmis núna nýlega verið að ganga frá samningum við Reykjanesbæ, annars vegar 800 íbúðir á landi í eigu ríkisins upp á Ásbrú og hins vegar í landi sem að ríkið á inn í Reykjanesbæ, þar sem að verða byggðar 120 íbúðir. Þannig að það er svona sem við ætlum að halda áfram og svo ætlum við líka að kynna til sögunar skattaívilnun til verktakana
vegna þess að áskorunin sem er úti, tímabundna. Já, hún er tímabundin til þess að byggja hagkvæmar íbúðir, til þess að ýta undir sem sagt enn frekara framboð og leið að lækka byggingarkostnaðinn, því að það er þröskuldurinn sem unga fólkið á erfitt með að koma inn á, sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu þar sem að íbúðaverðið orðið ískyggilega hátt. Þið er alltaf með lausnir á þessu öllu, ef maður markar maður það sem þú ert að segja, en annar mál sem að brennur á kjósendu, það eru heilbrigðismálin. Ég verða aðeins að fá að segja sko húsnæðismálin, því að aðal áskorunin er síðan svo og pirrar landsmenn óendanlega og við höfum fullan skilning á því. Og það er svo staðreynd að við erum að borga mjög háa vexti af húsnæðislánunum okkar. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess að breyta því. Það var hin vinnan sem ég setti í gang, 2 atriði. Annars vegar að lækka fjármögnunarkostnað ríkissjóðs og hins vegar af hverju erum við ekki með löng óverðtryggð lán með föstu vöxtum eins og er í allstæðir í kringum okkur. Þannig að ég fekk mann í vinnu sem var með slíkar hugmyndir. Ég bjóst við að þeir eru kosið næsta vor eða næsta haust og verkefni átt að klárast í febrúar-mars. Þar sem við getum tryggt með nákvæmlega sama hætti og í Noregi, í Svíþjóð og í Danmörku, þar sem að fólk geti tekið löng óverðtryggð lán með föstum vöxtum. Þá eyðum við út verðtryggingunni og þegar það koma verðbólguskot á næstu 25 árum, þá mun það ekki hafa áhrif á þennan lánastapa sem er ósanngjarnt í dag. Nei. En heilbrigðismálin, hver eru brýnustu verkefnin og ætlið það áfram að styðja aukin einkarekstur í heilbrigðiskerfinu? Já, við höfum náttúrulega gríðarlega góða sögu að segja hvernig okkur hefur gengið í þessu heilbrigðiskerfi. Auðvitað er heilbrigðiskerfi þannig að það kallar á stöðugt meira fjármagn. Við erum að byggja upp hérna nýjan spítala, við erum að fara af stað með uppbygginguna á Akureyri og sama tíma er til dæmis nýbúið að taka í gegn uppbygginguna á hérna Suðurnesjum. Það verður að byggja upp á Selfossi. Svona erum við að horfa í kringum landið allt saman, að byggja upp sem sagt innviðana. En á sama tíma þá hefur Willum Þór staðið sér náttúrulega gríðarlega vel með því að hafa gengið frá samningum við allar þær stéttir sem voru með lausa samninga áður og voru að valda því að hér var að verða tvískipt heilbrigðiskerfi. Við erum búin á þessum tíma að tryggja að allir landsmenn hafi jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Hvort sem hún er veitt innan hins opinbera, hjá Landspítalanum eða öðrum heilbrigðisstofnunum, það vantar hérna heimilislækna, en það er til að mynda búið að fjölga þeim. Við erum búin að byggja upp á þessum tímabili hérna sérnám fyrir heimilislækna á Íslandi sem hefur gengið gríðarlega vel. Það er búið að fjölga hérna námsstöðunum af því að það verður að gera það ekki bara inn í háskólanum, heldur verður líka spítalinn að geta tekið við fólki í þjálfun. Það er búið að fjölga því úr 60 upp í 75 og það er fyrirhugað innan fárra ára þegar hérna nýji spítalinn er kominn, betri aðstæða, meiri þjálfun, að sú tala fari upp í 90. Við höfum verið að horfa líka á það hvernig við getum kallað heim með svona ívilnunum fólki sem er að læra til læknisfræði erlendis. Við höfum verið að horfa á fleiri heilbrigðisstéttir. Hvers konar ívilnanir ætlið að lokka fólkið heim til þess að vinna hérna? Af því að mönnunarvandinn er stærsti vandinn í heilbrigðiskerfinu. Við komum því og Lilja gerði það þegar hún kom með menntasjóðun á sínum tíma að það væri möguleiki að gera sem sagt ef þú ferð á staði þar sem er eftirspurn þörf á læknum en engin einhvers staðar út á landi, að þá getur við fengið ívilnun eins og við þekkjum frá Noregi til að mynda, þar sem við getum fengið lækkun á námslánunum eða frestun eða eitthvað slíkt. Bjóða íslenskum læknum sem vilja koma heim. Það er verið að skoða slíkt og byggða áætlun sem að ég kynnti til sögunar var líka með þetta inni og Willum er einfallega í samskiptum núna við sveitarfélög svona tilraunaverkefni til þess að setja af stað. Þannig að já, við erum með allar klær úti til þess að annars vegar að takast á við það sem öll Vesturlönd eru að glíma við, sem er mönnunarvandi í heilbrigðiskerfinu og á sama tíma byggja upp góðar aðstæður fyrir fólki sem vinnur í geiranum en og til að mynda erum við að leggja áherslu bara núna þessa dagana að ljúka kjarasamningum við lækna sem þá er búið að semja við allar hérna stéttir heilbrigðis starfsfólks en við megum ekki gleyma því að þetta snýst fólk þannig að allt það sem Willum hefur verið að gera er að tryggja að það sé jafnt aðgengi fyrir fólk. Tökum bara sem dæmi með tannlækningar barna og hérna tannréttingar sem hefur ekki verið styrkt almennilega til þessa en er allt önnur staður í dag. En rétt í lokin á þessu málaflokknum ekki að þið segið að þið viljið að eldra fólk geti unnið eins lengi á heilsan leyfir sama hver aldurinn er. Hvaða áhrif hefur þetta þá á tekjur frá Tryggingastofnun?
Sko, Willum fór með frumvarpin í þing á þessu kjörtímabili og náði gegn þar sem heilbrigðisstarfsfólk getur unnið til 75 ára. Ég held að þetta hafi verið mjög vel séð og auðvitað var þetta líka hluti af því að segja að það er mönnunarvandi ef það er fólk hann úti sem vill og getur. Við viljum gera það. Við viljum hafa sveigjanleg starfslok fyrir þá sem eru búnir á sál og líkama, kannski aðalega líkama eftir erfiða vinnu, að það fólk verður að geta hætt fyrr. Þess vegna er möguleiki í dag að tvískipta eða skipta og taka lífeyrisgreiðslur að hluta, fara niður hlutastarf. En það verður líka gilda fyrir hina því að við verðum jú eldri og margir líta á vinnu bara sem hluta af því að vera þátttakandi í lífinu og kannski og þeir eiga bara að fá möguleika að halda áfram að vinna. Já. Það sögðu margir að þú hefur slegið nýjan tón í leiðtogaþættinum hjá okkur 1. nóvember síðastliðinn í málefnum útlendinga. Varstu að slá nýjan tón og fannst þér þú sjá eitthvað svona gat á markaðnum fyrir þetta málefni? Nei, við höfum verið með þessa nálgun við í Framsókn allan tíman. Það hefur hins vegar verið meiri hávaði frá köntunum í ríkisstjórninni í sitt hvora áttina. Það sem við gerðum í ríkisstjórninni var að í janúar náðum við saman þessa stefnu. Ég var að lýsa henni og hún hefur nú þegar náð gríðarlegum árangri. Og ég var líka að benda á það að við getum ekki grautað öllu saman. Við erum með 70.000 manns sem býr hérna á Íslandi og er undirstaða þeirra lífskjara sem við búum við. Margt af því fólki hefur ákveðið að setjast hér að. Ég er fæddur og uppalinn og hef búið lengst af austur í sveitum. Meira að segja þar lengst inn í sveitum hefur í marga áratugi verið bara eðlilegt að 10-15% af íbúunum séu af erlendu bergi brotin. Margir af þeim hafa sest að. Sett upp fyrirtæki, orðið frumkvöðlar eða lykil starfsmenn í einhverjum fyrirtækjum. Þetta fólk á börn og börnin þurfa sérstaklega aðgæslu til þess að þau geti orðið jafn góð í íslensku og eigi sömu möguleika. Og ég var bara að leggja áherslu á að við verðum að taka þessa umræðu út úr þessari heift og ómennsku sem var búin að vera og sérstaklega í þessum þætti þar sem ég var nú síðastur í röðinni og það var búið að koma þessi líka endimist þvæla. Þetta baunaði fast á hina flokkana, en það er þá enga að breyta, kerfið bara gott eins og það er. Við höfum að halda áfram að styrkja kerfið. Já. Ég sagði við þurfum að styrkja til dæmis varnir okkur á landamærum vegna þess að við búum í heimi sem er sífellt að verða alvarlegur og alvarlegur. Við erum að sjá alþjóðlega glæpahryggi koma inn í Ísland eins og öll önnur land. Við verðum að geta tekið fastar á því og það er verið að vinna slíka vinnu. Við sjáum aðra áskorun sem er stór og fólk upplifir það að það sé gríðarleg breyting að verða á Íslandi þar sem að svona margir íbúar af erlendum uppruna búa hérna og hafa valið að vera hérna og þá held ég að lykilatriði í því sé að fólk eigi sömu möguleika að geta lært íslensku og tekið þátt í samfélaginu. Það er áskorun sem að við vorum að leggja áherslu á í þessari nálgun ríkisstjórnarinnar frá því í janúar sem að hefur líka skilað þeim árangri að kostnaður hefur minnkað 10 milljarða á þessu ári, mun áfram minnka á næsta ári. Við gátum til dæmis lækkað við aðra umræðu fjárlaga þau áform uppi sem við vorum með vegna næsta árs 2 milljarða. Þannig að við erum að ná tökum á þeim vanda og þá segi ég horfum á áskoranirnar. Landamærin og auðvitað eigum við að vera með sama verklag og regluverk og Norðurlöndin í þessum málum eins og öllum öðrum sem við erum að sækjast eftir. Það líður svo hratt tíminn. Við horfum á Norðurlöndin sem fyrirmynd okkar og eigum að vera þar líka. Við ætlum að fara yfir í samgönguna núna. Þú ert nú meira og minna búin að hafa þau mál á þinni könnu nánast samfleytt í 11 ár. En samt gengur vegakerfið þolir ekki álagið og það er kvartað allt land út af lélegum vegum. Af hverju gengur svona hægt að tryggja það fjármagn sem á að fara til vegagerðarinnar eða til vegamála og gangannagerðar? Ég held að það gangi ekkert illa að tryggja það fjármagn og við höfum verið að setja verulegt fjármagn vegna þess að það kostar að byggja upp vegakerfið og leiðum við byggjum upp vegakerfið þá kostar líka að viðhalda því. Og við höfum líka gerum vaxandi kröfu að þjónustan, vetrarþjónustan sé allt land eftir að við erum komið með ferðamenn en við erum líka sjálf farin að keyra lengra til vinnu. Vinnusóknarsvæðin hafa stækkað, skólasóknarsvæðin. Þannig að ég held að við séum að þroskast. Að mæta þessum veruleika? Jú, þau eru það og þess vegna var það mér ljóst þegar ég kom inn í samgönguráðuneytið 2017
að við myndum aldrei ná þeim fjármunum út úr ríkissjóði gegnum samgönguáætlun. Þess vegna var farið í það að búa til samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Vegna þess að ef hann hefði átt að keppa við samgöngur allstaðar út á landi með sífellt fleiri íbúum hér og sífellt fleiri þingmönnum, þá hefði í framtíðinni landsbyggðin farið að líða fyrir það með því að taka samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins út fyrir Svega, með því að setja jarðganga áætlun út fyrir Svega og segja fyrir þetta tvennt munum við þurfa að greiða með notkunargjöldum. Bæta síðan við svokölluðum samvinnuverkefnum, þar sem að við erum að flýta verkefnum. Ölfusárbrú er gott dæmi, þetta er gamla Hvalfjarðargangamódelið sem við ætlum að nota aftur. Sundabraut verður boðin út á næsta ári með þessum hætti, þá getum við gert miklu meira á sama tíma, tekið síðan lán og greitt það til lengri tíma. Hinn valkosturinn er að horfa á það að við byggjum þetta upp miklu hægar og það mun taka 100 til 150 ár að gera það sem við ætlum núna að gera á 30 árum. En af hverju eru vegirnir þá ekki betri á þessum helstu ferðamannasvæðum eins og Suðurlandið og Gullni hringur og þess að það Þegar við einfaldlega þrátt fyrir við séum að setja svona mikla krafta í það. Ég held til dæmis að þessi búið að fækka 17 einbreiðar brýr á þessum tíma bara á hringveginum og já, kannski 2-3 þar fyrir utan. Bara á þessum tíma. Við erum bara með svo stórar áskoranir og aukningin í umferðinni er svo mikil og þungaumferðin líka, þannig að við erum bara að hlaupa þarna á eftir og stoppið sem varð eftir efnahagshrunið varð okkur mjög dýrt og við erum ekki búin að ná í skottið á okkur þar ennþá. En við erum á góðri leið með því að hafa búið til þetta breytta fyrirkomulag. En ertu dyggur stuðningsmaður ennþá borgarlínu? Já, ég meina höfuðborgarsáttmálinn og uppbygging þess að vera með almenningssamgöngur, uppbygging á stofnbrautum og fyrir gangandi og hjólandi er eina leiðin til að takast á við þær áskoranir sem hér eru. Ellegar munu tafirnar fimmfaldast hér á þessum næstu 15-20 árum, sem við ekkert okkar veit held ég. En við viljum kannski enda þetta svolítið á að loknum kosningum. Þá ef þessi útkoma á kosningum er eitthvað í líkingu við þær kannanir sem hafa verið upp á síðkasti, finnst þér þá Framsóknarflokkurinn sem samt eiga erindi í ríkisstjórn? Sko, ef að við fáum mjög afleita kosningu þá tökum við þeim skilaboðum. En ég bara bendi á að þær breytingar sem af því virðist verið að kalla eftir geta endað með því að við séum annars vegar að fara að fá mjög grimma hægri stjórn sem er tilbúin að ekki selja bara bæði bankana, heldur skoða jafnvel Landsvirkjun, Isavia og skera niður. Ég er ekki viss að það sé breytingin sem landsmenn eru að kalla eftir. Hinn möguleikin er síðan, og þessi stjórn væri þetta með Miðflokk, Sjálfstæðisflokk og Viðreisn, því Viðreisn er hægri flokkur. Þú segir að þið séu róttækur umbótaflokkur? Sem við erum í grunninn og eini flokkurinn sem er á miðinni, þannig vilji menn það ekki, eða hinn valkostinn sem er Samfylking og Viðreisn, sem maður getur svona að lesa út einstaka skoðanakönnunum, að það sé leiðin til þess að fá evru og einhver evróska vexti. En gætir þú hugsað þér að fara í ríkisstjórn með Samfylkingu og Viðreisn? Já, með því að við séum nægilega sterk til að koma í veg fyrir það sem að mér kalla vitleysunna, að fara að splundra þjóðinni aftur og enda á spurningunni, erum við tilbúin að afsala okkur einhverjum fullveldisrétti yfir sjávarauðlindinni, yfir landsauðlindinni, yfir orkuauðlindinni? Svarið 2012 var nei. Ég sé ekki að neitt hafi breyst á 80 ára afmæli lýðveldisins. En eini flokkurinn sem er á miðunni, sem getur komið í veg fyrir þetta, bæði til hægri og vinstri, eða frá Evrópustjórninni eða frá hægri, er Framsókn. En þá verður hann líka að vera með rödd til þess að hafa vald. Við getum til dæmis búið til þetta húsnæðislánakerfi á eigin spýtum, við þurfum ekki utanaðkomandi aðstoð. Bara eitt svar rétt í lokin með það sem þú sagðir í byrjun þáttar, gætirðu hugsað þér að vinna aftur með Bjarna Benediktssyni? Ég get að sjálfsögðu hugsað mér að vinna með öllum þeim flokkum því að það er skylda okkar sem er í stjórnmálum. En það liggur í augum uppi að ef við ætlum að ná árangri þá verðum við að geta gengið í takt. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, takk kærlega fyrir komuna í forystusætið. Takk. Nú gestur okkar í forystusætinu á sama tíma á morgun er Arnar Þór Jónsson, formaður Lýðræðisflokksins og hann er jafnframt síðasti formaður sem sest í forystusætið vegna alþingiskosninganna á laugardaginn. En við þakkum ykkur samfylgdina í kvöld. Verið sæl.